Ég skal skrifa tvisvar bara. Var mér sérstök ánægja að kynna þetta til sögunar hann Gunnar Harðarsson sem sískiptandi grein. Ég sagnfræðingur núna? Já, hann á þann dag að tala sem heimspekingur og skoða hans erindi eða hans umræða málstofa fjallar einhverja kvarða fyrir hugvísindadeild, skilgreiningu og notkun. Og ég set bara stjórnin yfir til þín og þú rættir mig við að ég bara stjórna. Ég tala reyndar ekki sem heimspekingur og ekki sagnfræðingur heldur ég formaður í kennslumálanefnd í hugvísindadeild sem var held ég sé búin að vera þarna síðan 2002 sem sér svona ýmis mál í deildinni og í kjölfarið á þessari vinnu við viðmiðin að þá bað deildarráð okkur það að huga að samræmingu á lýsingu einkunna í deildinni og upp á það svona, það eru voru pressar út glæri, upp á það að nemendur skildu betur og kennarar þá jafnframt hvað fælist í einhverjum tilteknu tölu sem þeir fá og síðan stafar þetta líka af þessari spurningu samræmingu. Hvernig getur við samræmt með einhverjum hætti einkunnagjöfin í deildinni, hún nú svona liggur það orð á henni að það sé einkunnaverðbólga í deildinni og þetta var svona verkefnið eiginlega og þegar að þetta kennslumálaþing kom til þá var það eiginlega okkar leikur að kynna bara þessa vinnu hér, að ræða hana aðeins. Og ég vil taka fram að þetta allt saman ennþá hjá okkur bara á umræðustigi, alls ekki endanlegt. Nú, það kannski best að byrja á því að segja að við byggjum bara á því sem hér fyrir, það að segja á reglum Háskóla Íslands og þær eru í 61. grein. Þar talað einkunnir og varðveislu þeirra í háskólanum. Og þar kveðið á það að það eigi að gefa í heilum og hálfum tölum frá 0 til 10 og síðan að eru gefnir ákveðnir flokkar 9 til 10, ágætiseinkunn 7,25 til 8,99 fyrsta einkunn og svo framvegis. Þetta svona miðað kannski við aðaleinkunn en meðaleinkunnina. En þetta eru samt þeir flokkar sem gengið út frá. Það heimilt að nota bókstafaflokkun í framhaldsnámi. En þá þetta í rauninni bara þannig að A þýðir ágætiseinkunn, B þýðir fyrsta einkunn, C önnur, D þriðja og E falleinkunn. Þetta mjög hliðstætt skalanum sem í Bandaríkjunum og í Kanada, nema þar eru þau með F en ekki E. Og þessi svona 5 flokka skali, skulum við segja, hann náttúrulega það sem við notum hér og það eru auðvitað til alls konar aðrir einkunnaskalar og voru notaðir hér 13 skali, Ørsted skali og ýmislegt fleira. Þess vegna svolítið áhugavert fyrir fræðimennið áhugamennum framfæri í vísindum að bera saman skalan hjá Kaupmannahafnarháskóla 1788 og Háskóla Íslands 2007 að þetta virðist vera nokkurn veginn sami skalinn og nema bara að latínunni farin út en ef við vildum gerast framfara sinnar myndum við náttúrulega taka latínunni upp aftur. Nú það kannski fyrsta í þessu að skoða flokkana sjálfa. Hvernig eigum við að vita hvað það þýðir að fá 7 eða 8 og svo framvegis. Og þá þetta þannig að það eru 3 einkunnir sem teljast ágætiseinkunn sem eru 9, 9, 5 og 10. Svo fyrsta einkunn 7, 5 til 8, 5. Önnur 6 til 7. Þriðja 5 til 5, 5 og svo falleinkunn 4,5 og lægra. Ég miða hérna við þessar einkunnir sem við gefum, ekki sem sagt útkomuna í meðaleinkunni sem getur verið á sem sagt
með miklu meiri nákvæmni. Og kennarar, hef ég tekið eftir, eru til dæmis alls ekkert með það á hreinu eða virðast ekki vera það. Og nemendur ekki heldur að 7-5 og 8-5 er í sama flokki. Þeim finnst miklu meiri munur á að fá 7-5 og 8 heldur en að fá 8 og 8-5. Og þetta veldur svolítið vandkvæðum þannig að kennararnir, þeir hafa þessi tilfinningu fyrir talnaskalanum og nemendum finnst eiginlega alveg ómögulegt ef þau fá 8. Skelfilegt nánast stundum ef þau fá ekki 8-5 eða minnsta kosti 9. Og í hugvísindadeildinni eru ákveðin þrep eða skil á milli þessara flokka. Það er að segja að til þess að ná í námskeiði þá þarf einhverjuna 5 eða 3 einhvern. Ef fólk ætlar að útskrifast úr deildinni þá þarf það hins vegar að fá 6 í meðaleinkunn. Þannig að það er svona ákveðin þrep líka. Og svo til þess að komast í framhaldsnám að þá þarf að hafa fyrstu einkunn. Þess við komum 25 eða hærra sem er í praxís sem sagt nemandi sem fær 7,5 í námskeiði. Og þá er spurningin sko hvernig á einhvern veginn að lýsa þessu þannig að þetta svona sjá. Já, þannig að meginlínurnar eru hérna. Það eru liggja á milli 4,5 og 5. Ef nefndur var 4,5 þá er það fallinn í námskeiðinu og getur ekki útskrifast. Ef hann fær hérna 5,5 eða 6, það munar því hvort hann getur útskrifast úr deildinni. Og svo hvort að hann fær að halda áfram í framhaldsnám, það liggur á milli 7 og 7,5. En ekki milli 7,5 og 8, eins og mörgum finnst. Og eru svo að kvarta yfir því að það sé allt of slökum nemendum hleypt upp í framhaldsnám. Þetta komast upp framhaldsnám með því að fá ekki nema 7,5. En vantar sem sagt þessa tilfinningu fyrir. Og þá er spurning hvernig ná að skilgreina þá, ef þá að samræma einhverja kvarða í deildinni allri, hvernig ná að skilgreina þennan kvarða. Og þá er allavega tillagan hér svo að leggja þessa flokkun til grundvallar. Hún verður svona það sem að miðar við. Og þá þarf svona að skýra einhvern veginn hvað er það til marks, hvað hefur úrlausnin einhvern sem við sig sem að til marks þennan tiltekna flokk. Þannig að það er að lýsa þessum mismunandi flokkum með einhverjum hætti. Síðan geta kennarar þá fínstilt innan flokksins með því að nota tölurnar, aðeins meira, aðeins minna eða í miðjunni. Nú við hérna í heimspekiskor tókum upp árið 2000 svona einkunnarskala sem átti nú vera til reynslu, en honum hefur nú ekki verið breytt mikið síðan. Og þetta var í rauninni svona praktískt atriði hjá okkur. Við vildum reyna að sjá til þess að nemendur fengju svipaða einkunn fyrir sambærilegt verkefni, hvaða kennari það væri sem að gæfi fyrir. Ef að ég kenni nýaldarheimspekina þá myndi ég gefa áþekkt fyrir tiltekið verkefni og Jón Jónsson sem kenndi hana kannski á móti mér eitthvað svoleiðis. Og við tókum þá þetta upp frá háskólanum í Aberdeen. Við vorum þá í nokkuð góðu samstarfi við þá. Síðan hrundi nú eiginlega deildin hjá þeim. Þannig að við vorum illa út úr einhver rannsóknarmati í Bretlandi og nánast allir þeir sem unnu með okkar skor, þeir eru komnir á eftirlaun. Það var svona golden handshake. En þeir kenna nú samt hjá okkur sumir, eins og Nigel Dower sem var með fyrirlestur í vikunni og kenna líka á Akureyri. Nú, þannig að við bjuggum það til og lögum það svona að okkar þörfum þær lýsingar sem að Aberdeen skólinn notaði og þá var þetta bara sett fram hérna sem dæmi að það var hugmyndin svo að ef að einhver af þessum atriðum átti við úrlausnina, ritgerðina eða prófið að þá kom það til greina fyrir ágætiseinkunn. Og var þetta mjög frumlegt og sjálfstætt, hugsaði nemendum út fyrir efnið, raunverulegu skilningur á hugtökum,
góð þekking, skynsamleg úrvinnsla. Þið sjá þetta ekki endilega nákvæmlega sömu mælikvarðarnir, þeir eru ólíkir en sem sagt allir eru þeir ávísun á einhvers konar ágætiseinkunn. Og fyrsta einkunn var aftur skýr skilningur á námsefninu, skýr færni í úrlausn verkefna, vel lesin og almenn færni sko, þetta er svona það sem kemur mjög gott út. Það er frá 7,5 til 8,5, ég tek það fram aftur. Svo svona þegar komið yfir í aðeins lægra, mestu hluti námsefnisins, svona nokkuð vel gert, upp að vissu marki, þá er það önnur, svo þriðja svona viðunandi, eða rétt svo. Og svo eru, ég held að þeir nú ekki allan skalan sko, en svona 5 og 4,5, þetta er svona svolítið grátt svæði í rauninni. En þannig reyndum við að búa til einhvern plagg sem við gætum lagt í grundvallar og haft bara hjá okkur þegar við förum yfir prófin og litið svona á, er þetta sem sagt viðeigandi skilningur á hugtökum sem hjá nemandanum eða er hann með mestan hluta námsefnisins, er þetta mjög, sem sagt, er þetta óvenjulega frumlegt og gott framlag, þannig að við gætum nota þetta sem tæki til þess að flokka verkefnin og gefa þeim síðan fyrir einhvern í samræmi við það. Prófuðu þið þetta eitthvað? Prófuðu þið að taka sama verkefni og þó að meta langt? Nei, þetta var, sko, menn vildu ekki hafa þetta bindandi, sko. Þannig að þetta var til hliðsjónar, til viðmiðunar, til reynslu. Hvort allir kennarar fara eftir þessu, það veit ég ekki. En ég veit að ýmsir gera það, nota þetta. Stundum gleyma menn þessu og hugsa ekki það. En þetta er allavega til og þetta er á heimasíðunni og nemendur fá upplýsingar þetta eða geta fengið og eiga að hafa upplýsingar þetta. Svona á þetta að vera hjá okkur. Sko. Þannig að þeir eiga að vita það ef þeir fá 7, þá þýðir það þetta eða eitthvað af þessu. Og svo framvegis. Nú síðan hafa náttúrulega gerst ýmsar breytingar frá 2000. Það er að segja að Bologna-ferlið farið að hafa áhrif hér á Íslandi sem það var í rauninni ekki þá. Það er komið þessi viðmið æðra nám og prófgráður frá menntamálaráðuneytinu. Það er búið að skipta háskólastiginu í þrep og stig innan þrepanna. Þannig að það er ekki sömu kröfur sem gerðar eru á þessum mismunandi stigum eða þrepum og svo eru komið þessi viðmið námsleiðirnar sem við vorum að vinna í vor og sumardeildir núna í haust eða í sumar. Og síðan eru til aðrir einkunnarskalar, ECTS-skalinn, hann hefur verið settur upp. Hann er það sem maður kalla relatífur eða afstæður, þar sem hann á bara að vera að sýna meðaltalið eða meðalkúrfuna í bekknum eða verkefninu. En hann er samt sem áður svolítið öðruvís en okkar því að hann er með 7 þrepum en ekki 5. Hann er með greinarmun hérna á milli sko það sem er viðunandi og nægilegt. Þetta er rauninni 5,5 og þetta þá 5 hjá okkur sko. Og hann er með sem sagt tæpt fall og augljóst fall. Þannig að þetta tæpa fall, hann þarf að vinna svolítið meira nemandinn til þess að ná, en sá sem er þarna fyrir neðan, hann er bara vonlaus. Og þetta er hins vegar skali sem að Danir hafa lagt til grundvallar fyrir nýjum einkunnarskala sem þeir tóku í notkun núna 1. september 2007 og þetta er svona skipulegt hjá dönunum og ákveðið að það er þessi sem ég kalla prótestantíska hlið á dönum sem með kynlasleikiðinu finnum þeir búa það svolítið að það tók bara gildi frá og með 1. september sem sagt, að gefa fyrir. Bara frá og með 1. september í haust gefur þau fyrir í þessu. Það skiptir ekki máli hvort að prófið var lagt fyrir 30. ágúst. Ef þú færð það eftir 1. september þá átt að gefa fyrir í þessu. Og þannig að þeir byggja þetta mjög góð skýrsla frá menntamálaráðuneytinu danska á netinu og þeir rökstyðja þetta mjög vel og þeir sjá að þetta
Þetta í rauninni sambærilegt við ECTS-skalan og ein hugmyndin hjá þeim einmitt svo að það sé hægt að þýða einhvernna hjá þeim yfir í ECTS-skala. Þannig að það sé hægt að flytja á milli. Gefur bara þessi tölur, það mátt ekki gefa það á milli? Nei, þetta er gefið í tölum að þú fær 2 í Danmörku, þá nærðu, það er nægjanlegt. 0 og -3 eru fallengar. Hvort sem gera 3 eða... Nei, það tölur ekki til, ekki sem ég skils. En alltaf að halda gamla... Nei, þetta er farið. Þetta er hann er farinn, sko. Já, hann er lagður af og þessi tekinn í staðinn. Já, 13 skali líka. Já, þessi er varpað einhver leyti yfir í 13 skalan eða það er hægt að varpa honum yfir í þetta. Og svo er þetta svona fremræðinu, útmerkert, gott, nógulúna. Þetta er nú svona gamli skalinn frá 1780 og með þessum svona viðbótum hér. Það er kannski helst spurningin lýsinguna, sko, hvort að þetta sé góð lýsing, að það séu engu eða litlu sem er ábótavant, því að skilgreiningin er negatív. Það er lýsingin að mér finnst eiginlega flottari skilgreiningin hjá ykkur og þessi sem varst með áðan á APP að efsta einhvern felur í sér einhver frumleika og eitthvað umfram. Já. Skortur á. Nei, ég veit. Það er það sem mér finnst svona helst gagnrýnisvert hvað þessa lýsingu varðar hjá dönunum. Það er eins og það sé eitthvað svona skattur af þekkingu og svo bara mjög skilur. Þú nærð. Já, þetta er kannski, ég veit ekki hvernig þetta er fengið, sko, ég hef ekki lesið skýrsla nógu vel, en maður getur hugsað sem svo að þú ert með dæmi á prófi og ef þú klárar öll dæmin þá færðu 12, ef þú klárar hluta af þeim þá færðu 10, þetta er hugsað kannski svoleiðis, en það er ekki þannig að við hugsum þennan skala allavega eftir okkur. En að mörgu leyti er þetta samt gott. Nú síðan hef ég kynnt mér svolítið hvað breskir háskólar er að gera og þar eru þeir með þetta apparat sem hann Rust í morgun og í dag, Quality Assurance Agency, sem er með svona viðmiðanir fyrir þekkingu í námsgreinum og fleira. Þetta er hérna mjög ítarlega og mikil vinna sem hefur verið gerð þarna hjá þeim sem að ég tel að gagnist öllum sem að kynna sér það, að minnst kosti þeim sem ekki búa við breska kerfið sjálft. Því að eins og fram hefur komið þá hérna finnst þeim þetta orðið mjög íþyngjandi margt hjá þeim. Þeir hafa sennilega farið út í einhverjar öfgar sem að gengi of langt í þessu. En síðan er annað, sko, að hjá þeim þá er mjög vandað til samningar prófa og all yfirferð og það er passað mjög vel upp á að koma einhver utanaðkomandi og meti prófið og þeir hafa mælikvarða á einhvernarskala svona ekki með sagt í lagi. Og það er einn háskóli sem að ég staldraði svona við og það er Durham háskóli sem ætla sér reyndar að komast í hóp þeirra 100 bestu eins og fleiri og virðist nú hafa nokkuð forskot á Háskóla Íslands. En þeir eru með svona kvarða sem er ekki hægt, þannig er ekki hægt að setja hann upp beint svona á glæru, en þeir eru með svona flokka sem eru svona 5 flokka kvarði, þar sem er annars vegar sko flokkurinn og hins vegar einkunnirnar, þeir gefa frá 0 og upp í 100 og raða síðan reyndar í smærri flokka, sko, stílunum þarna á milli. Og það sem er kannski athyglisvert eru lýsingarnar hjá þeim, hér er dæmi, þetta er sem sagt efri önnur einkunn, sem er þýðir tölugildið 60 til 69, þetta er lýsing fyrir efra bilið 65 til 69. Og þar stendur the work examined is very good and is evidence of the knowledge, understanding and skills appropriate to the level of the qualification. Og þarna er þeir búin að taka inn sem sagt þessa hugmyndum stig og þrep, að það sé ákveðin level, ákveðin þrep og stig í náminu sem maður þarf að taka tillit til. Og einnig there is also very good evidence showing that all the learning outcomes and responsibilities appropriate to the level are satisfied. Þannig að þetta er svona dæmi það hvernig að þeir lýsa þessu en síðan
taka þér fram að þetta sem sagt skali skólans og þetta eru almennir mælikvarðar sem eru hugsað þannig að þetta sem sagt, þetta á að gilda fyrir allar greinar í skólanum, en hugmyndin síðan svo að deildirnar eða sviðin eða hvað það geti síðan útfært þetta nánar eftir þörfum, eftir hvernig að það sem sagt, eftir hvernig hentar viðkomandi fæi. Og nú svo spurningin hvað eigum við að gera þegar við erum beðin að búa til einhvern svona samræmdan kvarða fyrir hugvísindadeild, að þá eru til, það er ýmis sem sjónarmið sem þarf að taka tillit til, að við erum með þarna 5 þrepa kvarða sem bundin í reglugerðina hjá okkur, við getum ekki breytt því. Kennaraháskólinn er með 6 þrepa kvarða sem ég veit ekki hvort það til viðmiðunar eða hvort nauðsynlegt að fara eftir. Það er spurning hvort þetta breytist þegar að skólarnir verða sameinaðir. Allavega finnst mér að það hljóta þurfa að taka þetta mál upp, því að það gengi ekki að hafa 6 þrep á öðrum stafnum og 5 á hinum, nema að það væri þá leyfilegt í reglugerðinni. Og þannig að það sem að við leggjum til er það að útfæra þá lýsingarnar á þessum 5 þrepa kvarða með hliðsjón og að taka inn eins og Durham gerir hliðsjónina af þessum viðmiðum og svo markmiðum námskeiðs. Og það sem að ég hef sett hérna niður er í rauninni bara dæmi mögulegan kvarða sem að er í rauninni bara staðfært frá Durham skólanum. Ég fer ekki þá leiðina að taka lýsingu heimspekiskorar og yfirfæra hana yfir á deildina sem heild. Það getur verið greinar kenndar þar sem að þetta hentaði alls ekki. Og þannig að þetta væri þá vegna þess hvernig að Durham skólinn fer að þessu. Hann gerir þetta svolítið öðruvísi heldur en aðrir breskir skólar. Hann byggir á þessum ECTS eða fyrirgefið þessum Bologna hugmyndum. Og síðan þá þarf náttúrulega að vinna þetta eitthvað betur. En það er samt sama hugmynd og hún nefndi sig sko að ágætiseinkunnin er eitthvað sem er umfram það sem maður í rauninni gæti búist við. Og þá er þetta eins og sakir standa svona, frammistaða nemandans er framúrskarandi og það sem er undirstrikað hér eru lýsingarorðin sem breytast síðan eftir því hvernig að flokkarnir breytast. Í rauninni er þetta ekkert annað heldur en sem sagt ágætt, mjög gott viðurkennt, bara sett í örlítið annað samhengi. Og þannig að þarna er að frammistaða nemandans er framúrskarandi og ber ríkulegan vott þá þekkingu, skilning og hæfni sem miðað er við á umræddu námstigi. Og síðan sko af úrlausninni er auðséð að nemandi hafi náð öllum markmiðum námskeiðsins með framúrskarandi hæfni. Þarna er þá tilvísunin í námskeiðsmarkmiðin sem eiga að koma í kjölfarið á þessum viðmiðasetningu. Og síðan fer þetta svona niður skalan. Hérna er frammistaðan mjög góð og ber skýran vott. Hérna er hún góð og ber töluverðan vott. Og síðan er spurning sko, sem ég átti mikið alveg sko, á nemandunum ná öllum markmiðunum til þess að geta náð, eða nóg að ná við hluta af þeim. Það er svona kannski ég held að hugmyndin á bakvið námsmarkmiðsetningarnar sé svo að þau eiga að ná öllum markmiðunum sem að settur í námskeiðinu ef þeir eiga að ná. Og það þýðir 5. Sko. Og þetta er eitthvað sem þarf að svona hugsa svolítið sko. Já, vegna þess að við hugsum þetta kannski svoleiðis að þú nærð helmingnum þá færðu 5. En það er ekki tilfelli. Ef þú nærð helmingnum þá færðu kannski 2,5. Eitthvað svoleiðis. En ég setti samt spurningamerki þarna við til þess að mann getur rætt þetta. Nú svo kemur hér svona þriðja einkunn 5-5-5. Þá er frammistaða nemandans viðunandi. Ber ásættanlega vott þessa þekkingu. Hann nær markmiðunum með viðunandi hætti. Síðan ef að við færum þá leið sem að danirnir eru með, þá væri hægt að nota rétt viðunandi fyrir sko 5-una. Eða eitthvað slíkt, til þess að lýsa því einhvern veginn þessum mun.
Og sama með falleinkunn, ef maður vilja greina á milli falleinkunna, en ef sé hægt auðvelt að þýða þetta yfir í ECTS-skalann, þá er hægt að segja, sko, í staðinn fyrir að segja bara ber ekki vottun frá þekkingu, að segja þá ber ekki nægilega vottun og svo lítið sem engan vottun. Það var hægt að setja þetta stig þarna niður. Á úrlausninni verður ekki ráðið að nemandi hafi náð allir markmiðum námskeiðsins með viðunandi hætti. Þetta getur hins vegar staðið með hvoru tveggja sem er. En það er spurning, sko, hvort að þetta sé í rauninni ekki verkefni fyrir háskólann í heild og hvort að kennslumálnefnd háskólaráðs ætti ekki að taka þetta mál upp, sérstaklega í ljósi þessari 2 ólíkir einkunnarskalar hjá skólunum sem eru verið að sameina og deildirnar myndu síðan, ég segjum að leggja til einhvers almennu kvarðir við samþykktu bara af háskólaráði og síðan færu deildirnar í það að útfæra það eftir því sem að við á miðað við markmiðslýsingar í námskeiðum og stöðu námskeiðs í námsleiðinni sem að á hvaða stigi námskeiðið er, sko. Og ég held að þyrfti einhverja leiðbeiningar og eftirfylgni, en síðan er líka nauðsynlegt að fylgjast með hvað verður almennt á Bologna-svæðinu. Mun ECTS-skalinn taka yfir í kjölfarið af því að Danir eru búin að taka hann upp. Ég veit ekki um fleiri sem hafa farið þessa leið. Allavega verðum að vita hvaða kvarði verður ráðandi á svæðinu. Núna eiga það ekki rétt að lýsa öllum einingum í ECTS-einingum, að farið úr þessu 90 einingakerfi hjá okkur yfir í ECTS-kerfið sem er að 180 fyrir 3 ára nám upp á samræminguna að gera. En svona í lokinu þá ætlaði ég eiginlega að minna samt á þetta hér. Að fara sig kannski ekki of hratt í þetta. En þú segir að þessi 6 stiga kvarði í kennu og 5 hjá okkur. Já. Er það í reglugerðum háskólans? Nei, ég veit það ekki, sko. Ég gáði ekki að því, en þeir eru með, sem sagt, það kannski einhverju frá kennaraháskólanum sem eru hér sem að geta útskýrt það. Þeir eru með, sem sagt, lýsingar á einhvernum, svona, og þar er gerður, sko, greinamunur á sem sagt, 8-5. Það er einhvern veginn svoleið, sko, allavega bilin er ekki þau sömu og þrepin eru 6 en ekki 5, sko. Þannig að 5 þrepakvarði það er ykkar í hugvísindum? Nei, það er háskólans. Það er háskólans? Já. Það er eitt sem að þú komst að líka inn á, það er þetta við gefum í heilum að hálfu. Þetta er fyrir langflesti kennarar í heilum og sem ekki í hálfu. Það er einstaklega kennar sem gefur í hálfu að kenna umkenni. Og ef maður fyrir hugsa til þess að maður er að fara yfir í þetta kerfi, þá er ekki sérstök ástæða fyrir að fara að gefa í hálfu. En við erum nært í þó, það eina er munum með 6 einkunnir, 5 og 1 í 10. Það minnir að þú var yfir í ECTS eða danska kerfið. Já, það er hægt að fara úr 6 einkunnum yfir í 5. Það er eina vandamálið. Ég þarf að fara á, ég tek bara þá sem ná, sko. Það er 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Ég þarf einhvern veginn að breyta því í einkunnum. En sko, Það fyrir að samræma yfir skólan og þá er það eitt sem að fyrstuna kannski að þá er heilt hvort að menn vilja að gefa í hálfum eða heil. Já, sko, það er sem sagt, það á annarkvort að gera það í hálfum. Já, ég veit eða heilum, sko, en ég held að þetta væru deildirnar sem að ákvæmdu þetta, sko, ekki kennararnir. Það er að segja að ég þekki það ekki að geta aðri svara því. En í heilsbyggleik, gefa flestir í hálfum eða gefa flestir í heil? Það er bara heilum og hálfum, sko. Og þá er viðgerðum svolítið ykkar að flytja það. Er þetta regnskólur deilda? Eða bara hefð sem hefur myndast? Það er hefð sem hefur myndast. Það er einhverja reglutími sem okkur fyrir síðustu deildi eftir því að fara í heilum í meistarviðgerðum. Já, við kannumst ekki við það, sko. Ég held að það sé gefið því að aðeins ekki. En þú mátt gefa í A, B, C, D, E í meistaranámi, sko. Já. Já, og þá er svona einhverja konversjón Já, Gorfins, já, yfir í, já, eins og ég nefndi hérna, þetta hérna, sko, að A þýðir, fyrsta einhvern, ef þú gefur einhverjum A, þá þýðir það ágætiseinhver, en ég held að sé ekki A plus eða mínus, það er bara A, B, C, D, E.
þess að var með dæmum mögulega kvarða. Já. Það er með ákærisengun. Þetta meina þetta hérna. Já. Ætti ekki að setja inn þarna sko það sem Sigurður var að nefna þessari leiktískapandi. Já, sko það er spurningin sjáðu. Var ekki það sem var spurningin? Jú. Jú, það er það sem við erum með sko í heimspekinni núna í okkar gildandi kvarða en þessi er aftur á móti hugsaðu fyrir deildina í heild. Já. Sem svona rammi fyrir hana sko. Og þess vegna er eiginlega, þarf það að vera svolítið víðara, þannig að einstaka greinar hafi svigrúm til þess að skýra þá betur hvað er sem að þannig það getur þýtt þetta, já. Þannig þá gætum við í heimspekinni gætum haldið að einhverju leita þessu. Færni að hugsa út fyrir það sem að kennt hefur verið, eitthvað svoleiðis. Já, maður fær alltaf nefnendur sem maður sér að maður ætti frekar að kenna manni sjálfum heldur en öfugt, sko. Ég ekki treffaði í greinana á 9 og 10. Fyrirgefðu. Ég ekki alltaf greinaminni reynd á 9 og 10. Það er þessi sem er frábæra frumleik á fyrir út til efni sem er 10 en hinn sem að klára allt efnið á þess að gera eitthvað framleiða þar sem það 9. Nei, hann fær 8,5. Hann fær 8,5 hefur. Já. Þetta er svo rosalega mikið. Og það eru þarna þessi skil á milli sem að ágætt þú nefnir sem að skipta sko máli og ég held að kennarar séu kannski almennt ekki mjög meðvitaður að það liggja ákveðin skil þarna á milli og það skiptir til dæmis nemandan. Þetta er gott fyrir nemandan að fá 10 eða hann nú að ánægja með það. Hann kemst örugglega inn í hvaða skóla erum við hér? Princeton, ekki? Það kemst inn í Princeton, sko. En nemandi sem fær 7,5, hann getur verið alveg sáttur vegna þess að hann á rétt á því að minnst kosti að sækja framhaldsnám ef hann hefur hug á því. Það getur hann ekki ef hann fær 7. Aftur á móti, sko, ef það er takmarkað pláss til dæmis í framhaldsnáminu, það er náttúrulega betra fyrir hann að vera með hærri einhverju áfengsing. En eins og reglurnar hjá okkur eru núna, þá er það fyrsta einhvern sem að skilur þar á milli, hvort þú kemst eða hefur rétt á að sækja með þeir. En í þessum mögulega kvarða sem við gafst dæmi, þá er alltaf verið að mæla þekkingu, skilning og hæfni. Já, það eru viðmiðin. Já, en eru markmiðin þá flokkuð líka til að auðvitað kenningarnar? Markmiðin. Margir kennarar séu ófastir í þekkingarmarkmiðum? Já, sko. Eru skilgreind hæfni markmið? Það á að gera það. Þau eru það í viðmiðunum sko fyrir námsleiðina, eins og í sagnfræðinni. Það er þekking og skilningur, svo kemur fræðileg færni. Já, við hérna reyndum að hafa smá djók í þess að við stuðluðum sko. Settum fræðileg færni og hagnýtt hæfni. Fræðileg samskipti. Já, eiginlega. Já, voru við bara eitthvað fíkt á það? En já, þannig að það eru svona, þess vegna þess vegna eru þessi atriði inni sko að hafa þekkingu, skilning og hæfni. Hæfnin er þá, en bara þjappa saman þegar hún sem er greind síðan út sem fræðileg, hagnýtt, samskiptahæfni, námshæfni. En það er ómögulegt að vera, eða ekki ómögulegt, það er alveg hægt þetta sko. En þá er það hérna gert ráð fyrir því að menn séu með hliðsjón horfi á viðmiðin. Og síðan sko viðmið fyrir námið almennt og síðan sko fyrir hvert einstakt námskeið sem það getur verið. Það er ekki endilega. Það er að vera þannig að sjá einhverja, 9, 5 og 10, því að það er bara framhaldsfræðandi reyður. Sko, þetta er bara einhvernar skalinn eins og hann er núna. Ég veit að það er bara sjálfur að þú hugsa þetta, hvort þetta sé óþarflega fínt ef þetta er... Aflýsleiki eða... Já, og það sem ekki... Já, í heimum eða sem er nálægt í eins og ég gerir aftur. Ég geti haft einhverja skoðunar á því, sko, en það er ekki það praktíska verkefni sem að ég stend frammi fyrir, sko. Og það er alveg eins, sko, það er alveg eins, sko, það er ekki praktískt verkefni fyrir mig núna að ég verð að ganga út frá henni ef að því er breytt, ef að Sigurður breytir því sko.
þá get ég þetta að breyta þessu. En hér er allavega búið að gera ráðstafanir svona í eitthvað í áttina því ef að til kæmi að þessi ECTS-skali yrði að þá væri hægt tiltölulega auðvelt að laga okkar kerfi að því. En ég náttúrulega veit ekkert hvernig það verður. Hvort að Norðurlöndin hin fari ganga í kjölfarið á Danmörku eða hvort að þetta verður almennt nota svona annar staðar. Ekki hugmynd það. Í sambandi við þetta sem að Steinur að nefna má ég gera smá komment. Ég held að menn hafi tilhengu dálítið til þess að nota bara svona 5-6 einingarkvarða og það er hefð fyrir því, það er löng hefð fyrir því í raunvísindum og verkfræði að það er almennt að vera fálæðislega og einhvernir eins og þú varst að nefna áðan konar í hendaðið og mönnum finnst bara alveg voðalegt. Já, 7-5, já, tala nú ekki það, 7-5 er alveg skelfileg einhvern, sko. Nei, ég veit það. Það trúið er alltaf að því séu svona viðnefndi ég reynd, að allir séu svona út í að menn er eitthvað svektra på 7. Það er bara því það Það er bara, já, mjög ólíkar hefði. Ég kem í kennslufræði og við margar kemum í kennslufræði þar sem að innan námskeiðum mitt koma nemendur úr öllum greinum háskólans og einhvern tímann fyrir 2 árum þá lagði ég fyrir cross-sjöfróf og meðalengur nemenda var tæpið 7 og það var helmingurinn að nemendum alveg arfa ríkfauðsvallræði, mánuðið mig og ýmislegt fleira það eins og ósýðir og svo sátum við nemendur úr verk og raun og horfðu bara á hinn svona hvað er aðeins. Fannst þetta vera í hæstamáta eðlileg námskeið. En þetta stafar að hluta til að því að mann finnst sko 5 vera 0. Já. Og horfa ekki á skalan í heild og hvað hver sem sagt flokkur merkir. Þess vegna held ég að flokkarnir séu lykillinn að því að ná fram einhverjum svona vísi að minnst kosti að samræmdum skilningi á því hvernig að í rauninni erum við með 5 einkunnir í skalanum en síðan er hitt finstilling innan hans. Þannig getum við náð einhvers konar. Það nefna líka sem að nú minnist ekki á en getur verið nokkuð hjálpleg viðmiðun er líka að athuga bara fjölda í hvern flokk og áttast á því hvernig mín grein stendur anspænis einhver annari, til dæmis í minni grein, sálfræði, þá er 75 mjög nálægt 50%. Það er ekki að því að við höfum skipulagt það með einhverjum áformum eða áætlunum, heldur er það bara þannig, en það er ekki þannig í öllum greinum og ég hugsa að viðmiðið sé 50% viðmiðið sé, eða 50% kvantofið sé lægra í frumsvættind og hærra sem það er annars en í fyrirhund. Þetta er eitt af því sem að við höfum beðið að fá eiginlega upp á borðið hjá okkur sko. Meðalengunir í deildinni, með aðra deildin líka sko. Kannski er þessi goðsaga, eða saga einkunnaverðbólgun í höfuðsdeild, kannski er það bara goðsaga sko. Við vitum það ekki, það gæti alveg eins verið það. Og þetta væri ekkert ósvipað, en svo getur líka vel verið að sé svona einhver skekkja milli sko Suðurgötunnar og sem liggur Suðurgötunnar. Ég myndi spáði að það var einhver munur hans veikins hár og menn svona tala ákaflust. Ég held að líka fylgdi svolítið í sko hvernig við reiknar út loka einkunnum því að ef ég ekki að trúa verkurinn þá er það mjög algengt til þess að mjög mikið af þeim verkum sem nemendur að vinna yfir ennum það teljast ekki til loka einkunnum meðan að kannski meira laga hjá okkur í félagsvísindadeild en að þú vinnur 4 ritgerðir eða 4 verkefni og þau teljast smátt og smátt inn í loka einkunnum og það er svona jafnast að fletja út matið sem er hjá. Það gæti hins vegar líka verið fleiri með 10 í raunvísindagreinunum sko. Við gefum bara ekki 10 yfirleitt, það er mjög bara með algjörlega undantekningum að við gerum það. Já, við fyrir að búa til hluta kringtælu við með teknilugur. Ég finnst að mín tilfinning er svo að eitthvað að kannski aðeins breiðari í verkefniðastum breiðarinn sem við höfum snöggjarni. En ég er líka hættur lagatur aðeins, þannig að vera miklu þrengri einhverna skali. Það voru nefnir að fá svona frá 7 og upp í 8 til, ég veit að mjög sjálf þetta er 59 en þú voru að fá að kessa svona og þótti mikill munur að fá 7 eða 8, það var bara eins og hinn og hann.
En í verkfólk og vinnustu þá er þetta meira alveg frá 5 og svo bara ekkert ókvæmt en þá kannski 10 svo því það líka hérna. Það eins og hann dreigist ekkert með einhverja skamina. Eru öðruvísi það segir kennara sem hafa verið kenna á milli greina eins og kenna til að kenna verkfræði annars vegar og svo sömu námskeið í viðskipta hagfræði eins og yfir rekstrarfræði eitthvað slíkt sko að þar eru bara allt öðruvísi kröfur. Það bara allt eins og venjur og hefðir innan greina. Ég veit ekki hvort það er vendilega að skrifta það eitthvað út eða mjög staðan það. Það sér íslenskt. Ég veit það ekki sko. En þarna allavega held ég vitundin hvernig menn flokka einhvernna niður að ég held að hún sé alltaf lykilatriði í þessu. Og það verði að þá ég finna einhverja lýsingu, hér er drög eða tillaga ákveðna leið í þessu sem að gæti verið svona samnefnari. Danska lýsingin finnst mér sem sagt beskrivelsen þarna, hún finnst mér svolítið hæpinn sko af því að það er bara gengið bara út á hvað vantar ekki hver viðbótin er eða hvað nákvæmlega í skalanum þú ert með þetta. Hins vegar er það skynsamlegt hjá þeim að vera með kerfi sem að hægt er að þýða yfir í ECTS kerfi. Það er óneitanlega skynsamlegt. Það er auðþýðanlegt yfir í það. Þú sagði Gunnar áðan að ECTS-kvæðin að það er relatífur? Já, þessi er ekki relatífur. Sko. Og eru þær ekki fundnar út? Bara með því að dempa hóknum á skólanum? Jú, ég held það. Eða það var þannig. Nú skal ég ekki segja, kannski hefur það breyst en allavega að Danirnir hugsa þetta ekki sem relatívan skala. Heldur sem það sem kalla absolút. Að þetta sé miðað við tiltekna mælikvarða. En síðan náttúrulega sjálfsagt þurfa greinarnar síðan að skýra betur hvaða mælikvarða það eru sem lagðir eru til grundvallar. Og það verður hver grein að gera fyrir sig, en þess að krafan segjum í heimspeki og í íslensku fyrir erlenda stúdenta er ekki svo sama. Menn ætlast ekki til þess að það sé nákvæmlega sama verki sem er unnið, sem liggur að baki tiltekin einkunn og það verður að lýsa því hvernig þetta verk er unnið af hendi sem að raðar því niður á skalan. Það er bílinn ekki jöfn, einhvern veginn það er þetta að hafa á miðjunni 3 og niður í næstu einkunn og síðan 2. Þeir eru hér, já, þeir útskýra þetta allt mjög ítarlega, ég bara mátti ekki vera að lesa allt saman. Þeir byggja þetta á ákveðinni aðferðafræði, sko, hvað setja upp svona línur það, sko, hvað mikið af námsefnismenn yfirleitt er ásættanlegt og rekna síðan einhvernum sko, frá því og fara svo niður fyrir fallið, sko, draga í frá. Þetta eru heilmiklar pælingar sko, en þetta er mjög ítarleg skýrsla sko. Við fara yfir sögu einkunnarkerfisins og lýsa kostu þeim frá galla og hvers vegna 13 skalinn, hvers vegna hann sé ekki nothæfur lengur og leggja síðan í rauninni ECTS skalan til grundvallar fyrir í hvernig þau þróa sín eigin skala sko. Sendur þú kannski okkur slóðina á þetta? Já, þetta er þessi hérna betænkning om indførelse af ny karakterskala til erstatning af 13-skalan. Þetta er betænkning nummer 1453, november 2004. Þannig. Betænkning. Þetta er bara á netinu, já. Ja, þú getur líka bara að prófa að slá inn lautabilis preketeris. Gá hvað kemur upp. Harry Potter. Það getur verið. Já. Heyrðu, en ef það er engar loka spurningar, ég sé að við erum á Háskóla Íslandi komið í sérfræðing förður, það er bara Shanghai að hann inn í stjórn
Ég er búinn að fá alveg nóg að þessu. Já, það. Veistu af hverju einhvern veginn mínus 23 hefur verið lögð niður, eða hvað hún eftir á því? Þú þótti svo neikvæð fyrir sjálfsálið. Sýtur það. Ég hef ekki Nei. spurningar að því það hefur verið gaman ef hann hefði haft á það svona sögulegt komið. Þetta mínus 23 og svo. Erum við mér? Já, takk fyrir.